Góðan daginn og verið velkomin á uppgjörskynningu Reita fyrir árið 2025. Þetta svona með hefðbundnu sniði en við erum núna aftur komin í húsakynnin með kynninguna og erum hér í endurbættu húsnæði í Kringlunni. Þeir sem á streymi geta sendt spurningar ef þið hafa einhverjar á tölvupóstfangið fjárfestatengsl@reitir.is. Við höfum þetta þannig við förum gennum í kynninguna við Einar og tökum svo spurningar í endan. En kannski áður við förum í uppgjörið sjálf, þá langar mig að taka augnablik og líta stóru myndina. Horfa á þetta samhengi þessar stefnu sem við verum að framfylgja og niðurstöðunar sem við erum að birta í dag. Stefnan í senn einföld og fjölbreytt. Hún byggir á þessa reynslu og þekkingu sem í fyrirtækinu, okkar séreinkenum getum við sagt, og síðan mótuð af þeim breytingum og tækifæri sem við sjáum í rekstrarumhverfinu og samfélaginu í heild sinni sem til að vera mjög mikilvægt. Þetta vaxtastefna. Hún lítur til aukins vægi þróunarreigna og fjölbreytileika í eignasafninu. Hún í sjálfu sér rauði þráðurinn í uppgjörinu eins og við sjáum. Og ef ég á að benda kannski á 3 þætti sem sýna hvað gleggst hvernig stefnan að raungerist í uppgjörinu, þá eru það þessir. Í fyrsta lagi mjög öflugur raunvöxtur tekna, 6,3% aukning frá fyrra ári. Þetta endurspeglar ekki einvörðungu stækkun eignasafnsins, heldur líka aukinnar arðsemi á kjarnastarfseminni. Þannig sjáum við 2,3% rauntekjuaukningu á óbreyttu eignasafni milli ára. Annar lykilþáttur stefnunnar aukin áhersla á þróunarverkefni, nokkuð sem kemur líka sterkt fram í uppgjörinu. Það algjörlega gjörbreytt verkefnastaða í fyrirtækinu, bæði hvað varðar umfang og fjölbreytileika þeirra verkefna sem við erum með. Í dag erum við með til dæmis 130.000 fermetra af atvinnuhúsnæði á Tækniborðinu og í kringum 1.000 íbúðir. Þið sjáið þarna á grafinu að virði þessara þróunarreigna, sem náttúrulega bara brota því sem verður endanlegt við þeirra, hefur meira en tvöfaldast á síðustu 2 árum. Þriðji þátturinn sem kannski lýsir uppgjörinu einna best og samhenginu við stefnuna snýr að framtíðinni. Þessi sterka verkefnastaða, hún eykur fyrirsjáanleikann hjá okkur varðandi skipulagningu og rekstri og fjárfestingum til lengri tíma. Og það þannig að núverandi þróunarverkefni, þau standa undir vaxta áformum næstu ára og því getum við með svona nokkru vissu spáð áframhaldandi verulegum kröftum raunvexti tekna. Við höfum slegið tölur í þetta fyrir árin 26, 7 og 8 á verðlag hvers árs og ef allt gengur eftir. Og nú erum við bara að horfa á þau verkefni sem við erum með í pípunum núna, þá geta tekjurnar þarna árið 28 numið 23 milljörðum. En ef við snúum þá kannski okkur uppgjörum sjálfu. Þetta sérst fyrsta heila árið undir þessari stefnu og það mjög gaman að sjá hvernig vaxtastefnan að raungerast. Hún gerir það mjög hraðar en ég átti von á. Við sjáum að leigutekjur að vaxa 10,8% milli ára eða það bil 1,8 milljarð. Gaman líka að horfa undir tölunar að þessu 1,8 milljarði 1 milljarður af tekjuaukningu úr óbreyttu eignasafni. Þetta greiðlega mikilvægt. Rekstrarhagnaður líka komin í fyrsta skipti yfir 12 milljarða og eykst 10,4% frá fyrra ári. Ég tala áður raunvöxttekna, hann hefur líklega aldrei verið hærri að undanskildu einhverjum árum eftir COVID. Líka vert að staldra við að horfa á eignaaukningunni eða fjárfestingaeignir sem aukast
nálega 26 milljörðum frá fyrra ári eða 11% og horfa á það, og ég bendi sérstaklega það, horfum á það í samhengi við arðsemi fjárfestingaeigna sem að aukast nærri 0,5% á milli ára og þrátt fyrir matsbreytingin veruleg í reikningum kringum 11 milljarðar. Þannig við erum að sjá það að fyrirtækið að vaxa ekki á kostnað arðsemi heldur akkúrat öfugt með betri og sterkari arðsemi. Kannski besti mælikvarðinn af þessum sem stilt upp hérna handbært fé frá rekstri. Það eiginlega svona return on equity þegar maður horfir á fasteignafélög. Handbært fé frá rekstri á síðasta ári var 7,7 milljarðar, upp 700 milljónir frá árunum fyrr. Ef við setjum þetta niður á hvern hlut, þá þetta 14,3% aukning milli ára. Og þetta jú þeir fjármunir sem til ráðstöfunar til handa hluthöfum. Kíkjum aðeins á hvernig hefur gengið að vaxa, hvernig gekk að vaxa á síðast ári. Við erum með ákveðið langtímamarkmið vöxt. Við náðum á síðast ári að ná þessu markmiðum okkar. Hefur gengið alveg gríðarlega vel í þeim efnum, bæði 24 og 25. Það sem kannski líka mikilvægt að horfa á þessu að samsetning þessara vaxtar að breytast. Innri vöxtur orðinn meira áberandi en áður. Þannig, ef við horfum á 24 og 25 saman, þá var innri vöxtur meira en nokkru sinni áður, eða 17 milljarðar. Þetta mun halda áfram og þetta afleiðing af verkefnastöðunni og þeim verkefnum sem við erum með á döfinni núna. Þannig við horfum á árið 26, þetta ár, þá verður lungað af vextinum á þessu ári innri vöxtur. Það mjög ákjósanleg staða. Því að ekkert fyrirtæki vill vera háð ytra umhverfi og þeim sveiflum sem geta verið í kaupum á fasteignum. Þetta hefur gengið mjög vel hjá okkur, varðandi ytri vöxtinn. Keyptum eignir að andvirði 6 milljarða í fyrra, meðalarðsemi 7,8%, þannig að þetta hefur bæði verið gott magn og góð arðsemi, skilar aukning og tekjum yfir 500 milljónir á ári. Þarna sjáðu myndir af nokkrum þeirra, en þetta fjölbreytt eignasafn og við erum með þessu að leggja aðeins meira áherslu á iðnað og verslun líka og sjáum áframhaldandi framfylgju á þeirri stefnu. Ef við kannski kíkjum á eignasafnið eins og lítur út núna, þá kjarnastarfsemi Reita og mun verða útleiga á atvinnuhúsnæði. Við höfum verið lengi að. Þetta hús opnaði hérna heldur 1987. Við höfum þannig náð að byggja upp þetta safn með samvinnu sterkra viðskiptavina og stórfyrirtæki sem hafa verið byggjað sig upp gegnum árið. Það gríðarlega mikilvægt. Við sjáum það að bak við 2/3 tekna fyrirtækisins standa stórfyrirtæki og opinberir aðilar. Það felst styrkur í því. Áhættudreifingin á safninu sem sjá hérna hægra megin líka mjög góð og gaman að sjá hvernig þessar nýju eignir koma inn í þetta. Eins og ég segi, við erum að auka áherslu á iðnað og verslun og hóteli sem verður klára á þessu ári verður mjög góð viðbót í þessa áhættudreifingu. Þessi áhættudreifing, hún kannski dettur ekki að himnum. Við höfum lagt mikla áherslu á greiningu á atvinnuhúsamarkaðnum. Við erum alltaf að horfa á framboð og hugsanlega eftirspurn, jafnvel í ákveðnum hverfum bæjarins, til þess að stýra því hvar við viljum byggja upp og hvar við viljum kaupa. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Þannig að ef við horfum á safnið, þá erum við vel í stakk búin til að mæta breytingu í ytri umhverfi. Við höfum ekki verið að sjá vanskil aukast og ef við horfum á tölur frá innheimtufyrirtækjunum þá sýna þau að vanskil fyrirtækja hafa haldist að stofni til óbreytt frá því 2021. Það sem við erum hins vegar að sjá, ef maður horfa fram í tímann, og það sem maður finnst vera minni nýliðun, minna af nýjum fyrirtæki sem að koma inn á markað og þau eru stærri, halda kannski frekar að þessu höndum. Og það kannski þessi breyta sem við erum núna að horfa á þessu árið 26 sem auðvitað bara afleiðing af vaxtastíginu.
Þessi vaxtastefna sem við settum nú bráðum fyrir 2 árum síðan var mörkuð af 8 markmiðum sem við ætlum að klára fyrir árið 2028. Gott að rifja hvernig okkur gengur á þeirri vegferð. Þetta eru fjárhagslegu markmiðin í þeirri stefnu. Fyrsta markmiðið var að ná 300 milljörðum í eignir fyrir árslok 28. Við erum komið með 85% af þeirri tölu. Annað markmiðið var að auka arðsemi á hlutum 60% eða handbært fé frá rekstri. Þar erum við komið 70%. Þriðja markmiðið sem endurspeglar áherslu okkar að breikka starfsemi fyrirtækis er að virði þróunareigna skuli tvöfaldast. Það hefur gengið eftir og gott betur eins og við sáum áðan. Og síðasta markmið er að 10% eigna verði í nýjum eignaflokkum. Það er aðeins lengri land en það náttúrulega eru eðlilegar ástæður bak við þess. Þú eru fyrst að þróa þessar eignir til að komist inn í eignasafnið svo á endanum. Þannig að við erum mjög ánægð með hvernig þetta hefur gengið eftir. Aðeins þróunareigninar. Það er þannig og það er kannski mikilvæg punktur líka að þessi verkefnastæð sem við höfum núna, hún nær að standa undir verkefnum kannski til 5 til 10 ára. Við leggjum áherslu á að þessi vöxtur sé í takt við eftirspurn í samfélaginu og stillum okkar spilum upp með það í huga. Þannig erum við með 1000 íbúðir og 130.000 fermetra atvinnuhúsnæði í breytingum, í þróun. Þetta gefur okkur ákveðið forskot og gefur okkur líka ákveðna sérstöðu á markaði, þessi fyrirsjáanleiki. Ef við kannski horfum á stærstu verkefnir sem voru okkur dett inn, í árslok síðasta árs, þá náðum við mikilvægum áföngum í þessum 3 verkefnum þegar við skrifum undir uppbyggingarsamning við Reykjavíkurborg. Þetta eru ólík verkefni en eiga það sameiginlegt að vera samblanda uppbyggingu íbúða og atvinnuhúsnæðis. Þarna er fyrst að tala lífsgæðakjarnir við Nauthólsveg sem verður fyrsti lífsgæðakjarnir hér á Íslandi. Þarna verður það plús 60 ára íbúðir, verður verslun og fleira. Og einnig verðum við uppbyggingu á leikskóla og grunnskóla í hverfinu og munum þannig tengja saman ólíkar kynslóðir sem er þessi hugmyndafræði sem lífsgæðakjarnin byggir á. Annað verkefni er upp í Grafarvoginum þar sem við höfum verið með sterkan verslunarkjarna, mjög sterkan. Þar bentum við borgina á að það væri hægt að ná betri nýtingu á svæðinu með því að bæta íbúð þar inn og skrifum undir uppbyggingarsamning þess hljóðandi rétt fyrir jól. Þar munu rísa kringum 150 íbúðir og 1400 fermetrar af auknu verslunarhúsnæði og við munum fara í nokkurs konar endurskipulagningu á þessu ágæta svæði í heild sinni. Nú síðast ekki síst er svæði sem er á hornum Suðurlandsbrautar og Fákafens, við köllum metroreitin. Þar erum við með 1500 fermetra af atvinnuhúsnæði og 100 íbúðir, uppbyggingarsamningur undirritaðir þar og deiliskipulagsferli á leiðinni. Þannig að við höfum svona stillt upp tímalínu á þessari verkefnastöðu. Við sjáum að þannig eins og við horfum á þetta í dag, við erum að klára hótelið, það mun klárast við enda þessa árs, hótel á Laugaveginum. Hjúkrunarheimili Nauthólsvík, endurbætur þar eru líka og þar mun opna hjúkrunarheimili að ári liðnu. Mikil uppbygging í Korputúninu. Þar er D-reitur sem er verslunarreitur, þar er verið að byggja og fleiri reitir munu fylgja í kjölfarið og síðan erum við komin á stað með Kringlureitin íbúðin hérna hinum en aðrir reitir koma svona seinna. Þessi tímalína er alltaf í endurskoðun og við leggjum mikla vinnu á það að ná sem mestri arðsemi úr þessu verkefnum sem við höfum fyrir framan okkur og getum, við höfum mikla sýn á þetta, stillt þeim upp og brúðist við breyttum ytri aðstæðum. Þannig að þetta er ekki þannig í okkur að við ætlum að hendast í öll þessi verkefni á morgun. Nei, við ætlum að gera þau í ákveðnu tímalínu, ákveðnu samspili, en þau munu gefa okkur verkefni í þó nokkuð mörg ár.
í framtíðina. Áfangur í sjálfbærni. Það hefur margt áunnist í sjálfbærni þessu ári, eða síðasta ári. Þegar kemur að verklegu framkvæmdum, þá leggjum við mikla áherslu á endurnýtingu og endurvinnslu. Tölurnar tala sínu máli, þrátt fyrir 8-földun í magni heildarúrgangs sem kemur þessu framkvæmdum sem við erum í, þá náðum við að lækka kolefnislosun 13% á milli ára. Þetta gert með aukinni endurvinnslu og endurnýtingu á hráefnum. Þannig sjáum til dæmis að sú steypa sem var í Morgunblaðshúsinu, hún hefur verið mulin niður og henni hent upp í Mosfellsbæ þar sem er notuð í grunnana þar. Þannig að þessi endurnýjun er hluti af okkar verkferli. Við erum líka þáttakendur í hringrásar umhverfinu og gaman að segja frá því að við vorum fyrsta fyrirtæki í Íslandi að fá viðurkenningu fyrir þannig þáttöku. Þannig erum við að vinna með 3. stærsta teppaflísaframleiðanda heims, að alla það teppaflísar sem ganga til í okkar endurbótum, það eru sendar í endurvinnslu og eru endurnýttar í nýjar teppaflísar til 97% virði. Þannig einungis 3% af teppaflísunum tapast á leiðinni. Þetta er gríðarlega flott hringrásarverkefni. Og ég segi nú bara að þetta er nú bara aðferð teppasalans til þess að selja sömu flísina 10 sinnum. Þetta virkar vel. Við verum líka með vinnum að grænu fjármögnunarramma, eignir okkar henta ágætlega til þess og munum fara stíft í það verkefni þessu ári og í kjölfarið verður græna fjármögnun að ræða. Og síðan ekki síst, þá er Korputún og Kringluveitur. Þetta eru skipulagsframkvæmdir sem við erum með núna og þær verða báðar vottar samkvæmt bréfvottuninni. Svona áður ég heldi keflun yfir til Einar sem fer í gegnum uppgjöri línu fyrir línu. Þá erum við mjög ánægð með hvernig til hefur tekist. Ef við horfum bara síðustu 2 ár, þá hefur fyrirtæki hagnast 26 milljarða. Hefur ráðstaf til eigenda sinna 9 milljörðum króna og sama tíma hefur markaðsvirði félagsins vaxið yfir 40%. Ég held að þetta sé bara árangur sem við getum verið mjög stolt af. En Einar, það er lína fyrir lína, Excel-skjalið. Takk fyrir. Eins og Guðni kemur svo sem ágætlega inn á, þá erum við bara mjög ánægð með niðurstöðu ársins 2025 og ef við hendum okkur bara í þetta, kannski ekki alveg línu fyrir línu en svona nokkuð nærri því, þá er sterkur vöxtur bæði tekjum og rekstrarhagnaði, 10,8% í tekjum og 10,4% í rekstrarhagnaði. Guðni kom aðeins inn á það áðan að samsetning vaxtarins, hún er á mjög breiðum grunni og af þessum 10,8% í tekjuvexti erum við með 4,2 í verðlag, 4,3 í kaup og sölu og svo þessi raunvöxtur í óbreyttu eignasafni upp á 2,3% sem er mjög öflug frammistaða fyrirliggjandi eigna í bland við allt hitt sem er í gangi. Kostnaðurinn er að aukast lítillega hraðar en tekjurnar. Það er 11,6% sameiginlega í rekstrarkostnaði, fjárfestingareigna og stjórnunarkostnaði, 12,2 og 8,8 í hvorum lið fyrir sig, en samanlögðu þá skilar þetta 10,4% vexti í rekstrarhagnaði eða aukningu upp á 1,1 milljarð rúman. Nú, það er svona helstu stóru frávikin í rekstrarreikningnum eru í matsbreytingu og hún er 11,6 milljarðar á árinu 2025 samanborið við 17,8 milljarðar árið áður og þar eru fyrst og fremst breytingar bara í verðlagi milli ára. Það er stóri þátturinn sem að knýr það en hún er þá niður rúm 34% í þessum samanburði. En ef við horfum á samsetninguna á matsbreytingunni að þá er hún 8,9 milljarðar vegna tekjuberandi eigna, 2,7 milljarðar vegna
þróunareigna og verðlag langstæðsti áhrifþátturinn eða 7,6 milljarðar af heildarbreytingunni og það bara þetta sett upp á félaginu sem við erum með, þar að segja verðtryggðir leigusamningar langir á móti verðtryggðir fjármögnun. Þannig að það balans og hedge í samsetningu efnahagsreikningsins. Nú ef við lítum aðeins neðar í, kannski ekki alveg svona neðarlega, en í fjármögnunarliðin að þá aukning upp á 444 milljónir milli ára eða 4,8%. Það hins vegar undirliggjandi meiri breytileiki í samsetningu fjármagnsliðanna. Það minni verðbólga á árinu 25 en 24 en lítilsháttar hærri vaxtakostnaður samhliða aukningu skulda sem standa baki þessum vexti sem við höfum fjallað um. Þannig að við tókum á árinu 25 9,6 milljarða láni nettó en það aukningum meðalstöðu milli ára upp á rúm 16%. Þannig að vöxtur síðla árs 24 og vöxtur ársins 25 gera það verkum að aukningin í vaxtagjöldum eins og nokkuð hönd í hönd við þetta. Meðalkjörin hækkuðu 12 punkta á árinu sem mér sýnist hafa verið heilt yfir hjá fasteignafélögunum sem búin að birta þessar upplýsingar að minnsta kosti. 3,52 í árslok hjá okkur. Við lítum aðeins á lykilhlutföllin í rekstri að þá samdráttur í nýtingu lítilsháttar, bæði í því sem við köllum virt nýtingarhlutfall, það að segja nýtingarhlutfall af þeim eignum sem eru lausar til ráðstöfunar og útleigu og svo þá heildar nýtingarhlutfalli sem þá með þróunareignunum inni upp á þetta 0,6–0,7%. Rekstrarkostnaðarhlutfallið jákvætt, eða breytingin jákvæð 0,2% og stjórnunarkostnaður nettó á móti, þannig að það skila sér niður þá í 0,6% stiga samdrátt í rekstrarhagnaðarhlutfallinu. Aðeins stutt afkomu fjórða ársfjórðungs og við vorum mjög ánægð með niðurstöðu fjórðungsins en ég þurfti aðeins að minnast á það við greiningaraðila í gærkvöldi að kannski ekki að taka þessa tölu allt of bókstaflega. Það sveiflur sem og geta orðið í sérstaklega viðhaldi og endurbótum hvernig árið púslast upp og það skilaði mjög hlutfallslega háum rekstrarhagnaði á fjórðungnum. Hann var, raunvöxtur tekna var year eitthvað rúmlega 7% og rekstrarhagnaðurinn 3,3 milljarðar á fjórðungnum sem nákvæmlega sami fjórðungstaktur og við förum inn í árið 2026 með og ég kem aðeins nánar að á eftir. Varðandi efnahaginn þá var Guðni svo sem búinn að fara yfir highlights. Heildareignir að vaxa 24,7 milljarða og samdráttur lítillega í veltufjármunum en aukningin kemur öll í fjárfestingareignum þar sem aukast 25,8 milljarða. Vaxtaberandi skuldir námu 143,5 milljarði og vaxa 14,7 milljarða milli ára og eins og ég sagði 9,7 milljarðar því nettó lántaka og restin þá að megnum til verðbóta hækkun. En það kannski bara aðeins varðandi þá næsta árs afborganir að þær hærri í ár en þær voru í fyrra en það svona sambærileg útistandandi fjármögnun í skuldabréfum. Megni af þessari aukningu bankalán sem við erum með á gjalddaga í lok árs. Lánaþekjan, það að segja hlutfall fjárfestingareigna á móti vaxtaberandi skuldum 58,5% og eiginfjárhlutfallið 30,9% sem bara í fullkomlega í takti við þá stefnu sem við höfum haft og eins og Guðni kom inn á varðandi langtímastrategíuna að þá við að gera ráð fyrir að ná að vaxa án þess þó að auka skuldsetninguna svona innreimi. Þannig að það bara að sýna sig í þessu að svo líka. Á fundum sem við höfum haldið með fjárfestum á síðustu mánuðum þá hefur fyrsta spurningin í nánast
öllum fundunum verið hvað með þessar þróunareignir, hvað þarna baki, hvernig þetta verðmetið og svo framvegis. Þannig að við ákveðum að veita ákveðna dýpt inn í þennan lið og skýra betur hvað að baki og ég ætlaði svona aðeins að rúlla í gegnum það. Þetta eru þessar 20 milljarðar sem að þróunareignir okkar eru metnar á. Undir þessum lið eru samansafn af svona alls konar eignum sem að eru kannski ekki alveg til þess tækar að geta tekið á móti svona jafn stífu tekjumati og við erum með aðrar eignir í. En ef við horfum bara á þennan lið þá er þetta aukning, þetta er 8,1% af fjárfestingareignunum en var 6,6% í fyrra og aukningin er sambærileg við það sem að Guðni fjallaði áðan. Þannig að þetta eru bara þá fasteignir í uppbyggingu, byggingaréttir af ýmsu tagi, lóðir og annað sem að þarna fellur til og erum að meta þetta með dálítið svona ólíkum hætti, miklu öðruvísi heldur en við gerum með tekjuberandi eignir. En ef við horfum bara á samsetninguna 2025 þá eru rétt rúmlega 6 milljarðar, tæpir 6,1 í þess að við kallum byggingaréttir íbúða. Og þetta er aukning um 2 milljarðar milli ára, bæði vegna aukinna verkefnastöðu en líka vegna aukins framgangs. Og það er það sem að þessi verkefni bæði í íbúðum og í atvinnuhúsnæði bera með sér að við erum að reyna að nálga hvert gæti söluverðið á þessu reit verið miðað við stöðuna á honum í dag. Og það eru 1000 íbúðir, það eru svona margir fermetrar og við metum það bara miðað við hvernig markaðurinn er hverju sinni. Síðan tökum við inn í það sem við köllum framgang verkefna og framgangurinn er hvað erum við komin langt áleiðis í áttina því að geta selt. Þannig að það má svona jafnaði gera ráð fyrir því að þegar við erum komin með samþykkt deiliskipulag að þá sé varan full unnin og framgangurinn 100%, þannig að við erum bara að mjaka öllum okkar eignum í þá áttina. Undir þessu lið eru líka framkvæmdaverkefni og þau hafa náttúrulega verið megin uppspretta aukningarinnar í þessum lið allan að síðasta ári og eru þarna rétt rúmlega 7 milljarðar í árslok 25. Nei, fyrir ekki 7 milljarðar í árslok 24 og 9,9 milljarðar í árslok 25, aukningum 2,9 milljarða. Þarna erum við með hótelið, þarna erum við með Korputún, það sem er komið að því, þarna erum við með Nauthólsveg. Þannig að fasteignirnar bæði á matsverði eignanna í upphafi framkvæmda og svo bara eignfæra framkvæmdir ofan á það. Þannig að þetta er dálítið svona stoppistöð, eignin að koma inn þarna, við erum að hlaða ofan á það framkvæmdum í einhvern ákveðin tíma, eignin verður síðan tæki tekjumat og flyst yfir. Og þrátt fyrir 2,9 milljarða aukningu milli ára að þá fór ein eign úr framkvæmdahlutanum yfir í tekjubörðum á árinu fyrir 2,5 milljarð cirka. Þannig að aukningin undirliggjandi er mun meiri. Við erum að birta horfur ársins og gefum gert það samhliða birtingu ársökjörs nokkuð langt skeið. Við erum að gera ráð fyrir því að raunvöxtur tekna haldi áfram, spáum 19,6 til 19,9 milljarða tekjum á árinu 2026 og rekstrarhagnaður verði 13 til 13,3 milljarðar. Það er aukning upp á tæplega 8 til 9% í verðbólgu sem er áætluð rétt rúmlega 4%. Þannig að takturinn heldur áfram og við gerum áætlanir sem þessar byggðar á þeim eignum sem eru til staðar í dag, eins og Guðni kom inn á, og þá gerum við ráð fyrir að vöxturinn á árinu 25 verði að mjög stórum hluta innri vöxtur sem skila síðan þá tekjum árið 27 og tölurnar vegna 27 og 28 voru gefnar upp í upphafi tilkynningarinnar. Stjórn samþykkti tillögu arð vegna ársins 2005 á stjórnarfundi í gær. Við erum að gera ráð fyrir því að greiða
3,9 krónur á hlut sem eru rétt 2,7 milljarðar vegna rekstrarársins 2025 og þetta allt hluti af þessari svona stefnu sem við höfum haft ráðstöfun að lágmarki 1/3 rekstrarhagnaði til hluthafa á ári hverju og það þá endurkaup liðins árs sem voru rétt tæplega 1.400 milljónir og þá arðgreiðslan upp á 2,7 sem gerir ráðstöfun upp á 4,1 milljarð eða 5,9 krónur á hlut, minni mig að það hefur verið 5,8. Þannig að við erum að gera ráð fyrir að greiða þennan arð í tvennu lagi. Það var samþykkt stefna á aðalfundi í fyrra sem gerði ráð fyrir því að við værum að leggja þetta upp með þessum hætti. 2,3 verða greiddar í apríl og 1,6 verða greiddar í september. Tilkynnum það samhliða uppgjörinu núna. Við erum að hefja endurkaup ársins 2026. Erum að gera ráð fyrir að kaupa allt að 3 milljónir hluta, rétt rúmlega þó, fyrir allt að 400 milljónir. Þetta eru 0,4% hlutafjár. Þannig að þetta bara svo sem í takti við það sem við höfum praktíserað á síðustu árum, svona jafn taktur í gegnum árið hvað þetta varðar. Erum að byrja bara núna klukkan 9:30 og gerum ráð fyrir að þetta malli eitthvað næsta mánuðin eða svo. Ég held að þetta hafi verið minn síðasta glæra og við opnum þá fyrir hinn geðþekkalið spurningar og svör. Helgi? Kannski aðeins bara spyrja með Kringluna, bara traffíkina og veltuna svona síðustu 2 mánuði. Það kom fram í uppgjöri hjá öðru fasteignafélagi að önnur verslunarmiðstöð hefði séð mikla aukningu í veltu og heimsóknum. Getið þið gefið aðeins kannski smá innsýn í hvernig Kringlan hefur gengið desember, janúar? Já. Ég ætla að byrja á að endurtaka spurningarna fyrir þá sem í streymi. Það er spurt traffík í Kringlunni, verslunarmiðstöðinni og hvernig hefur verið síðustu 2 mánuðina. Já, fútbolið í Kringlunni hefur aukist milli ára og það náttúrulega stórlega til að þakka Kúmen, kjarnanum þar inni og veitingasölunni þar. Veltan kring jólaveltan, það að tala nóvember og desember, nokkuð veginn svo sama og árið áður og endurspeglar svona almenna veltuþróun í smásölu í landinu. Hvernig með gjalddaga ársins í bankalánum? Ég vona því að endurferðum þá hjá bönkum eða bara stúdentamarkaði? Já, þurfum bara aðeins að sjá. Þetta eru desembergjalddagar. Þannig að við erum svo sem ekki farin að leiða hugan eitt sérstaklega að því. Það er spurt gjalddaga bankalána á árinu. En við höfum bara tækifæri og aðgang að hvorum kanali fyrir sig. Við gerum ráð fyrir árinu munum við byggja upp einhvers konar umgjörð í kringum fjármögnun á íbúðaverkefnum sem að verður aðeins svona mögulega önnur tegund af fjármögnun en við erum með í dag. Þannig að það var eiginlega bara komið ljós. Kostum á fjármögnunarmarkaði, þeim að fjölga. Við sjáum bara aðilamarkaðinn á góðu treyti á dílum sem eru ekki með veð, óveð sett fjármögnun. Það eitthvað sem við getum líka að hugsa á okkur. Og svo framvegis, þannig að möguleikarnir eru margir. Geir? Já, kannski við tölum að vera 20 milljarðar á þróunarverkefnum. Svo kom tímalína með önnur þróunarverkefni. Getið þið kannski gefa aðeins, það var sagt svona, hvernig þið sjáum mögulega tímalínu í Cappexi með þetta, til að koma þessum 20 milljarðum í teki og söluhæft ástand, hvað svona? Ég held að Þetta svona ekki 10 milljarðar ári? Nei, ég held að þessi mynd lýsir svo bara ágætlega og eins og Guðni segir að þá,
þessi stefna var smíðuð út frá því hvað félagi getur vaxið og við þurfum bara að laga fjárfestingu hvers árs, þess vegna segir hann áðan að tímalínan sé alltaf í endurskoðun. Við þurfum að mattsa bara upp á móti fjárfestingagetun og þörfinni. Þetta er bara framboð eftirspurn eftir peningum. Sko. En tækifærin til að leyfa innri vaxtarverkefnunum að fylla þessa pípu, þau eru til staðar. Mjög góð pípa í gangi, sko. Já. Hvernig var þetta í stjórnunarkostnaðinn? Já. Og það hlutfall, þið settir ykkur markmiðum að ná því niður í 4,5% 28. Já. Sem eða við svona tekjuspána ykkar fyrir 28, þá verður þið cirka, það má ekki mikið sko hækka núverandi kostnaðar. Einmitt. Erum við búin að ná sko, hvað svona, optimal stjórnunarkostnaði going forward eða hvernig sjá það fyrir þetta? Þið setjum til dæmis í tekjuspánu fyrir þetta og þá er rekstrarkostnaðinn cirka áætlaður að þróast svipað hlutfall á tekjurnar. Já. Og maður svona öll vissir sko, hvort það sé hægt að, hvað sviðrum sé til bætingar þar? Já, sko við sjáum ekki neina sko stórbreytingar upp á við í varðandi stjórnunarkostnaðinn. Við höfum stækkað mjög mikið á síðustu 2 árum, bætt við miklu mannfjölda til þess nákvæmlega að geta tekið sér verkefni sem eru í pípunni og við sjáum svona ekki neina mikla þörf til breytinga á næsta árum varðandi það. Það kannski tengið bara beint inn í spurningu sem við fengum á fjárfesta tengslat reitir og það er spurt framleiða hlutföll. Já. Hvernig framleiða hlutföll eru líkleg til að þróast til lengri og skemmri tíma og ef við kannski bara byrja á þess að tengja það inn í þessa spurningu frá Ellert þá er sko samsetningin á kostnaðinum náttúrulega að stærri hluta rekstrarkostnaður fjárfestingareigna, að minni hluta stjórnunarkostnaður og kostnaðurinn í rekstrarkostnaði fjárfestingareigna er tiltölulega fixt. Það eru bara þessi liðir sem er fjallað svo sem í reikningum, fasteignagjöld, tryggingar, viðhald og endurbætur og svona annað sem þessu tilheyrir. Þannig að ég sé svo sem við erum að gera ráð fyrir því áætlun ársins samdrátt að hlutfalli í stjórnunarkostnaði. Þannig að þetta vöxturinn sem er verið, hann svona fer að skila sér aðeins betur á árinu 26 en hann gerði á árinu 25. En ég á ekki von á því að það verði neinn gjörbreyting í samsetningu framleiða hlutfallsins þannig sko. Nýtingin hefur alltaf mjög mikil áhrif en engar stórbreytingar þar á. Nei, ekki þess ári. Svo alltaf kemur hótelið inn á næsta ári sem mun breyta mixunum svolítið, en bara til batnaðar. Eitthvað meira úr sal. Það er spurt í streymi nýtingarhlutfall og breytingarnar á árinu 25 og svona bara hvernig nýtingin er heilt yfir. Hvernig? Það er kannski stærsta breytingi, kannski 24-25 er vegna Nauthólsvegar, þar sem áður voru skrifstofur Icelandair. Það rými, 6 fermetrar, fór á þessu ári í þróun og þar mun vera hjúkrunarheimili sem opnar árið liðnum. Það hefur náttúrulega áhrif á nýtingarhlutfallið. Og svona horfandi fram á veg, við sjáum enga stórvægilega breytingar svona á því. Svona ekki svona í stóru myndinni. Einmitt. Hilmir? Nefndir fjármögnun á íbúðarhúsnæði. Já. Og svo er líka stór gjalddaga eins og var nefnt á hann á árinu. Það er ekki stór. Hvernig myndi það, er það mögulega endurfjármögnun á þeim gjalddaga eða hvernig myndi svo fjármögnun líti út öðruvísi? Nei, við höfum svo sem bara verið að hugsa strúktúrun á því hvernig við högum
uppbyggingu á íbúðarhúsnæði við hliðina á atvinnueignunum. Við erum með tryggingafyrirkomulag til staðar sem hefur gagnast okkur hérna í meira en áratug og við erum aðeins bara að velta fyrir okkur hvernig fittar þetta saman að vera með lán sem í ádrætti hérna yfir einhvern lengri tíma samhliða dálítið stöður í fjármögnun hinum megin. Þannig að við erum bara eins og það hérna er sagt kanna okkar kosti og sjá bara hvernig markaðurinn tekur við ólíkri tegund af fjármögnunarþörf úr okkar átt. Það er alveg hægt að vera með fjármögnun á íbúðaverkunum alveg svona vel að sér við hliðina á hinni og það er svona möguleiki sem við erum að skoða. Spurning var þetta bara mismunandi atvinnugreinar eða starfstætti innan eignasafnsins. Já. Eru nýtingarhlutföll svipuð þarna inn á milli eða finnst ykkur, er meiri, meira tjörn á einhverjum stöðum sem það vorum aðra? Það er full nýting á hótelum. Já. Ég veit svo sem ekki hvað á að segja. Það er tjörn aðeins í skrifstofu. Iðnaður hefur verið sterkur. En ég held bara í jafn fjölbreyttu eignasafni og við erum með þá er alltaf einhver hreyfing og við svona historiskt vorum lengi vel með svona 97% nýtingu á öllu safninu eftir að áherslan á þróunarverkefni fór aðeins að verða ríkari að þá hefur heildarhlutfallið komið niður en virka nýtingarhlutfallið er rétt í kringum 98%. Það eru hlutföll sem að við sjáum ekki þegar við berum okkur saman til dæmis við fyrirtæki í Skandinavíu. Þannig að nýtingin í þessu fyrirtæki er bara mjög góð. Fleiri spurningar? Það er allt komið úr. Já, svona megnum til. Helgi, eina lokum. Já, þú voru myndan að segja sko, hvað segja, svona gæði leigutaka, þeir töluðum að þeir þriðju væri sterkir aðeinar. Já, ég ætlaði einmitt að leiðrétta Guðna sko. Það er skilgreiningin á bak við myndina. Eru stóru fyrirtæki og opinberar stofnanir og ekki að túlka hinn í þessu veikir. Nei, það er svoleiðis. Það er akkurat svoleiðis. Og við ræddum við orðalagið svolítið. Hvar eru við? Þarna? Já. Nei, sko aðilarnir, þetta er oft kallað the vital few og the usual many og í fjölda til eru aðilarnir í þessum tveimur bóksum tiltölulega fáir en mjög margir í hinu en þeir eru ekkert, margir hverjir í dökkgræna bóksinu eru ekki veikir aðilar. Það er rétt að halda þau til það. Takk fyrir. Fleiri spurningar? Ef svo er ekki þá þakka ykkur fyrir komuna og við sjáumst á 3 mánuðum liðnum. Takk. Takk.